Þetta er reyndar allt þetta sem að lítur að skólunum, samfélaginu, auknu ofbeldi, þetta er að gerast í öllum hinnum vestræna heimi. Þetta eru sömu áskoranir á Norðurlöndunum, í Evrópu, við erum að sjá, það er eitthvað að gerast í samfélagunum okkar sem við þurfum að taka alvarlega, sko. Þegar við vorum unglingar og krakkar, að þá gerum maður ráð fyrir að það var svona, það voru ekkert meiri og betri aðföng eða resursar sem að kennararnir höfðu þá heldur en árið 2024. En samt verður komin á svo slæma stað. Er þetta snjallsímanir, spjaldtölunar og þessi mikla blöndun af fólki sem kann ekki tala íslensku? Og svo held ég þetta sé líka bara við sjálf, sko. Ég meina, ég heyrði kennar daginn sem að spurði bekkinn sinn, yngri bekkir í grunnskóla, hversu mörg ekki að borða kvöldmat með fjölskylduna hverju kvöldi. Það var innan við helmingur. Og bara þessi litlu atriði, svo er önnur vinkona mín sem að var að kenna og tók sér svo hlýja og fór í annað í einhver 6-7 ár, kom svo aftur og er í forystu í sínum skóla og hún sagði, veistu það Ásmundur, mér langar mest af öllu til að skrifa miða heim með börnunum og það sem ég skipa foreldrunum að eyða tíma með börnunum. Skilurðu, ég held, og ég er ekki að gagnrýna foreldrarna vegna svo eru við öll á fullu og það er áskorun að halda samfélagi. Skilur, það er áskorun, við erum öll á hlaupabrettinu að vinna til þess að eiga fyrir mánaðamótunum og húsnæðislánunum og öllu þessu, þú veist. Og það er líka sjaldgæft orðið að fjölskyldur haldi saman, eða það er rosa miklu, hjónaskilnaðir eru miklu tíðari. Það er bara, þú veist, mjög sjaldgæft orðið að maður eigi öll sín börn með sömu konunni og þú veist, þetta er svona einhvern veginn orðið miklu miklu óalgengar að ömmurnar og afarnir séu svona, skiluru, þú veist, fyrir 50 árum, sko, þá voru ömmurnar og afarnir svona oft svona nánast inn á heimilunum, sko. Þú veist, þannig að það er bara fullt af svona litlum hlutum og þá þarf maður að fara að hugsa, bara við sem samfélag. Og þetta held ég að verða alveg, þú veist, þessu breytum við ekki með einu lögum á Alþingi, sko. Við þurfum að fara að hugsa einhvern veginn sem samfélag, getum við einhvern veginn aðeins skýra okkur niður, þú veist, og hvert og eitt okkar, sko. En einmitt ég sá þið lendið í smá orðaskæki, þú og Snorri Másson, út af fæðingatíðninni. Þú skaust inn í bara, að fáum bara fleiri innflytjendur og Snorri er mjög ósammála en þú veist, þetta er staðreynd. Fæðingatíðnin er þannig að við erum hætt að fjölga okkur, Íslendingar, sem þýðir að okkur fer bara fækkandi, staðreynd. Við fáum erlent vinnuafl sem að reddar hagkerfinu, en eftir situr staðreyndin að bara Íslendingar og afkomendur Snorra Sturlusonar og bara þú veist þessi sem að byggu í 1000 ár, að það erfðaefni og DNA, það er bara að vatnast út og verða að vingu, þú veist. Er það í alveg talað svona framtíðarsýn og veruleiki sem við eigum bara sætt okkur við? Og bara það er staðreynd að hvert og eitt okkar er að eignast færri börn og það er líka að gerast allan hinn vestræna heim. Með því erum við ekki að ná að viðhalda fjöldanum, vegna þess að ef við hefðum ekki fengið innflytjendur, þá værum við færri núna. Við værum byrjuður í fækkun, lífsgæðin væru verri, hagvöxturinn væri minni, skilurðu, og við hefðum fullt af störfum sem að væru ekki mönnuð, sko. Og þá velti manni fyrir sér, og það var orðræðan sem að við vorum í þarna. Er líklegt að fjárhagslegir hvatar einir myndu gera það verkum að fæðingatíðni færi upp? Ég er ekki viss um það. Ég held að þetta séu líka samfélagslegar breytingar sem eru að verða. Við erum, tækifærin það er svo ótal margt sem þú getur gert í þessu lífi núna, sem þú gast ekki áður fyrr. Skilurðu, tækifæri ungs fólks í dag eru miklu meira en þau voru fyrir 50 árum. Bara hvað þau vilja búa, hvað þau vilja gera, afþreying, skilurðu, allt þetta. Frami á vinnumarkaði og sérstaklega svo staðreynd að í samfélögum sem eru með jafnmikla jafnréttisáherslu á Ísland, þar sem að við viljum sjá öflugar konur í forystu hlutverki í stjórnmálum, helmings í ríkisstjórnum, forstjórar fyrirtækja, konur að vera eitthvað podcast og allt þetta, sko. Þetta er líka breyting. Þannig að, þú veist, hvað þyrftum við mikla fjárhagslega hvata inn í kerfið til þess að snúa þessu einhvern veginn og segja, heyrðu, já, nú skulum við bara fara að eiga 3-4 börn öll aftur, sko.